Það ekki hverjum degi sem við eignumst heimsmeistara. En ég með 2 svoleiðis núna hérna í sófanum. Þetta eru þau Katrín Karitas Viðarsdóttir og Ingi Freyr Sveinbjörnsson. Verið hjartanlega velkomin. Já, takk fyrir það. Takk fyrir. Sko, ég skil snjór, ég skil skautar. Ég skil ekki snjóskautar. What? Þetta er mjög algengt. Er það ekki? Jú. Ég er ekki sá fyrsti. Nei, Ég segi, what? við höfum verið stoppuð í fjalli og bara Já. bannað okkur að fara í lyftur þegar við erum bara á klossunum og Já. en þetta er sem sagt Er það góð? Það er ekkert á... og þetta er sumstaðar ennþá esinn út í heimi, sko. Ég var reikin heim þegar ég var eins og í Frakklandi, sko. Þannig Það mátti ekki. að þetta er svolítið öðruvísi, sko. En þetta er sem sagt bara skíðaklossi sem er með skíði, það er bara fast á sólanum, sko. Já. Og er bara hannað sem snjóskauti, sko. Er þetta ekki algjörlega geggjuð upplifun? Þetta er bara magnað, sko. Þetta er, Mjög skemmtilegt. og maður finnur aldrei meira frelsi í brekkunni, það er ekkert að hamla þér. Þú ert bara alveg laus, engin stafir og Nei. dettur þá er ekki að snúa upp á lappirnar að þú Nei, rúlar það er bara akkurat hendur það, áfram. sko. Ég sé alveg fyrir mér, sko, þú veist, af hverju er þetta ekki útbreytara? Þetta er bara það nýtt ennþá, sko. Það er Já, svona, þetta er ekki búið að vera í það mörg ár en þetta er að breiðast út mjög hratt núna, sko. Ok. Og er rosa stórt til dæmis í Asíu, það er hvergi stærri en það, sko. En þegar maður Já. hugsa snjór, þá hugsa maður Asía. Já, akkurat. En allavega, spólum aðeins tilbaka, heimsmeistarar. Já, það gerðist nú óvart. Já. Það var óvart. Já, svona. Er ég ekki bara heimsmeistari? Jú, maður. Skelfilegt að lenda í þessu. Já. Óskipulögð ferð allavega. Já, hún var mjög óskipuleg. Þetta var farið með mjög stuttum fyrirvara. Og þannig að það er COVID og Já. maður vissi ekkert hvernig ástandið yrði og þetta var bókað bara nokkrum dögum fyrir. Já, bara 3 dögum eða eitthvað. Semst framleiðandinn að skautanum heldur keppnir Já, ok. og eru með mótaröð sem er svona skautakross, þar sem að 4 fara saman niður braut og 2 halda áfram. Já. Þannig að það er alltaf 2 sem detta út í hvert skipti og þetta er bara hreinn útsláttur. Já, ég skil, þetta er Og bara... þetta er svona eins og bordercross. Þetta er bara beint úr riðlakeppninni, bara beint úr úrslita. Já, og sem sagt, já, það hafa verið hátt í 30 mann sem að koma að keppa og það eru bara 16 sem fá að taka þátt, sem sagt. Ok. Það er bara tímatökur og svo er bara 16 og 8 og ég er enda klúðraði með það og datt út í undanúrslitum en svo er haldin freestyle-keppni og ég tók hana, sko. Já, ok. Ég er meira þar, sko, Já, að stökkva á einhverjum látum, sko. Já, ég skil. Já. En þú hins vegar klúðraðir engu, þú bara... Já, hún tók bæði. Já, ég tók bæði þá reysið og freestyle í kvennaflokki. Vel gert. Takk fyrir. Ég átti ekki von á því, sko, en Nei. það var mjög skemmtilegt. Það var. Fyrsta konan í heiminum til að taka báða titla, þannig Já. að það er mjög gott. Og núna eru Íslendingar fyrsta þjóðin til að hafa 8 heimsmeistara í öllum flokkum. Já, við höfum áður. Sem Átt, sagt, ég hef áður verið heimsmeistari í freestyle en þetta fyrir svolítið síðan, en það er ekkert orðinn unglamb lengur. Þannig ég átti ekki von á að taka þetta aftur, en við vorum með annan með okkur sem var búinn að taka þetta, sem var mjög öflugur, sem náði einu sinni kallaflokki, sem sagt freestyle og keppninni, sko. Ok, þetta hljómar allt ótrúlega lygilega, en bara það, þú veist alveg hérna, eigum við að skella okkur heimsmeistarmót? Þetta er svona, já. En við erum búin að vera viðriðinsporti í svolítinn tíma, sko. Já. Og ég svona, frá upphafi eða frá því þetta var endurvakið í rauninni hef ég verið viðriðin þetta, sko. Já, þú ert búinn að vera í þessu svona yfir 10 ár eða svo. Já, eitthvað svoleiðis, sko. En hvað ert þú búinn að vera lengi? Svona 6 ár cirka. Ok, er það honum að kenna? Já, alfarið honum að kenna. Það er eiginlega svoleiðis. Ok. Og maður þekkjast í 3 mánuði eða eitthvað þegar ég fór á fyrsta skauta, held ég, ekki? Já, eitthvað svoleiðis. Ég sem sagt, eins og segi, ég er svona meira í freestyle og er að stökkva og mér vantaði leiðir til að verða betri. Þannig ég ákvað að prófa að fara á parkouræfingar. Og þar var hún að æfa og hún sá þetta hjá mér og það var bara ekkert aftur snúið. Hún var að pröfa og Keypti par bara strax og... Já, og ég dró hana til Asíu með framleiðendunum og við erum bara búin að þvælast heiminn síðan á þessu. Já. Hjálpa þeim að kynna og vera að keppa og bara... Ég byrjuð þér búin að þvælast út allt, hvað? Asía, Kanada... Já, alla Evrópu. Og þetta er bara... Bæði keppa og svo... Ég man ekki eins og öll löndin sem ég komið til í þetta, sko. Og þetta er búið að vera svo ótrúlega ferðir, sko. Maður kannski fer til, við farið til Hollands keppa þar innan hús skíðasvæði og svo vorum við þar og þá datt mér í huga að það væri kannski hægt að halda einhvers staðar keppni í Frakklandi sem ég heyrði og þá var bara ákveðið að skreppa þangað, þá bara keyrðum við þangað og þannig þetta eru svolítið svoleiðis ferðir, maður er bara búinn að þvælast út um allt og pröfa skíðasvæði, þetta er bara
forréttindi að Þetta er bara fá að draumur, gera sko. þetta sko, að leika sér í hobbyinu sínu sko. Já, akkurat það er náttúrulega nákvæmlega það sem þið eru að gera, þetta er náttúrulega stórkostlegt. Já. Og enn og aftur kemur upp land sem að maður hugsar ekki skíðíþróttir, Holland. Já. Já, og það er ég vissi ekki af þessu svæði, þeir eru með rosa flott innanhússkíðasvæði þar svo. Já. Það sem er bara hótel, þú lappa bara út á herbygginu og fer aldrei út úr húsi og svo bara inn í risastóran frystigi. Okay. Og þetta var stærsta svæði í heimi sko. Er mjög stórt sko. En það er eitt stað sem maður hugsar þegar maður hugsar skíðasvæði og það er Hlíðarfjall. Er þetta eitthvað í gangi hérna? Já, þú getur leigt til Hlíðarfjalli til dæmis sko. Okay. Og þetta náttúrulega byrjaði allt þar hjá mér. Þar er ég að æfa mig og finna allt upp á þessu. Okay. Því þegar ég byrja þá er þetta rauninni dautt sport. Þetta er svona gamalt 90s. Þegar að línuskautar voru að koma þá voru einhverjir sem að bjuggu þetta til í 1-2 ár. Já. Og svo dóða bara, það var ég veit ekki út af hverju, og ég eignast eitt af þeim pörum og fæ svoleiðis gefins og er bara í Hlíðarfjalli að leika mér á þessu og svo er sem sagt Normaður sem kaupir vörumerki mörgum árum seinna, það er 15 ár síðan og stofnar Facebook síðu og hún poppar upp hjá mér og skautaði mínunum fyrir eitthvað lélegar en ég sendi honum skilaboð hvort hann eigi eitthvað og það er hérna markastjórinn sem svarar og segja þeir séu bara að starta þessu, það er ekkert komið á markað ennþá og spyr hvort ég get eitthvað á þessu. Ég segja hann verður bara dæmið það og senda honum einhver vídeo sem ég er búinn að vera að fikta við og ég fikk bara strax það tilbaka, það er enginn að gera sem þú ert að gera, þú verður bara að koma út núna. Og þetta er að vera hvað 10 ár síðan og ég hef bara ekkert, ég hef ekkert stoppað síðan, ég hef bara búinn að fylgja þeim út allt eftir það sko. Ok, og þú ert basically í vinnu hjá þeim? Já, ekki í vinnu, þeir hringi í mig, viltu koma með? Og ég segi bara sjálfsögðu já, þú veist bara, og það er bara, við höfum verið að mynda kynningavídeó og annað. Ok. Og ert þú í þessum vídeóum líka? Já, svona annars slagi, það er nokkið mikið, ég er ekki alveg að gera stór stökk á Ingi sko, ég er ekki alveg komið þangað. Nei. En kannski einn daginn. Þegar ég var fertug. Við erum með í þessum kynningum og svona. Þegar fertug. Það er nú, ég ætla að skjóta og segja að það er smá stund í það. Já, smá stund. Er þetta ekki það? Innilega til hamingju með heimsmeistaratitlana. Já, takk fyrir það. Þetta er rosalegt og ég sé bara til hamingju í Ísland að vera að slá hér met og það bara veit enginn af því. Já, við erum með nokkra góða Íslendinga í þessu sko. Við erum nokkuð öflug svona. Já, við vorum alveg. Í góðri keppnisferð vorum við svona 7 að keppa. Já. Ok. Það er sterkari PR-deild í þetta sport hjá okkur. Það er alveg ljóst. Ég held við höfum aldrei mætt á keppni og ekki einhver Íslendingur komast á pall sko. Vá. Við höfum ekki mörg sport sem er þannig. Það er mjög gott sko. Við erum með mjög gott track record í þessu. Já. Dásamlegt. Bara hjartans þakki fyrir komin og aftur til hamingju. Já, takk fyrir það.